Útgerðarmönnum hefur algjörlega verið haldið í myrkrinu varðandi breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Framkvæmdastjóri LÍÚ segir nákvæmlega sömu vinnubrögð séu viðhöfð í sjávarútvegsráðuneytinu og áður. Ekkert samráð sé haft við útvegsmenn. Þorbjörn Þórðarson. Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra og Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra voru skipuð í sérstaka ráðherranefnd sjávarútvegsmál til að vinna tillögur að nýju frumvarpi og hafa þau nú skilað tillögum til Steingríms J. Sigfússonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Hér í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu unnið að breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu í sérstökum sérfræðingahópum en athygli vekur að útvegsmenn eiga engan fulltrúa í þessum hópum. Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri Landssambands íslenskra útvegsmanna, segir raunar að ekkert samráð hafi verið haft við útvegsmenn við breytingar á kerfinu núna. Raunar gerðist það sama á síðasta ári og var það helsta þrætueplið milli útvegsmanna og stjórnvalda. Þannig að þið raunar vitið ekkert hvað þessar tillögur ganga út á sem ráðherranefndin lagði upp með. Við hefum fengið að vita svona að þarna eru ákveðnir starfshópar ákveðin málefni en við hefum enga aðkomu að þeim og það er það sem við teljum að þetta verði ekki leyst með farsælum hætti nema við komum beinum hætti að þessu máli. En finnst þér þá að vinnubrögðin séu þau sömu núna og voru við gerð starra kvóta frumvarpsins sem var gagnrýnd harkalega á síðasta ári? Er útgerðarmönnum haldið í myrkrinu að það? Já, og ef þetta verður svona þá er þetta með mjög svipuð með að nána sama hættu og var. Friðrik segir að það sé hins vegar jákvæð þróun að Steingrímur hafi verið tilbúin að hitta útvegsmenn og funda með þeim, en engin samstaða náist breytingar án samráðs. Heldur það sé hægt að ná þjóðarsátt þetta kerfi ef að það verður farin leið beggja, gætt meðalhófs við breytingar á kerfinu til dæmis? Ég er alveg sannfærður um það.